Nótt eina seint í september árið 2008 var ákveðið að ríkið tæki yfir Glitni. Síðan eru liðin 7 ár og enn er unnið að því að leysa úr þeim vanda sem fylgdi hruni bankakerfisins. Í nótt sem leið var tilkynnt breytta tillögu kröfuhafa Glitnis til að uppfylla stöðugleikaskilyrðin sem stjórnvöld settu í sumar. Í þeim felst að ríkið eignist Íslandsbanka. Stjórnvöld hafa lýst yfir ánægju með þetta, en hvað þýðir það í raun? Og viljum við eiga fleiri banka? Fáum við nóg út úr þessum samningum í samanburði við stöðugleikaskatt? Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, er sestur hjá Þóru. Velkomin, Bjarni. Takk. Þetta voru nokkuð stór tíðindi sem var tilkynnt í nótt. En ef við spólum aftur til 8. júní í kynningu áætlun afnám hafta í júnibyrjun, þá kom fram að þetta væru 900 milljarðar króna heildar umfang aðgerða stjórnvalda gagnvart slitabúum föllnu bankana, krónueignir og erlendur eignibúana. Og síðan þá hefur, svona eftir því sem leikmaður kemst næst, það er kannski ekki að fá allar upplýsingar það, verið samið stöðugleikaskilyrði eða stöðugleikaframlag upp á 334, núna eykst það eitthvað með þessum breytingum og tillögum Glitnis, kannski upp í 370-390 milljarða, það er erfitt að segja nákvæmlega. Er þetta viðunandi tala að þínu mati? Já, hérna er algjört grundvallaratriði að gera sér grein fyrir því til hvers reyfirnir eru skornir. Til hvers erum við að þessu? Hvers vegna eru stjórnvöld að skerast í leikinn, koma með frumvarp stöðugleika skatt og bjóða upp á þessu stöðugleika skilyrði? Ástæðan er þessi hér. Ef að kröfuhafarnir fengju frjálst og með undanþágum frá gjaldeyrishöftunum að dreifa eignum búana til kröfuhafana, ef að slitabúin myndu fá að gera þetta að dreifa til kröfuhafana, að þá myndi verða verulegt fall í gengi íslensku krónunar. Það er vegna þess að umtalsverður hluti eigna slitabúana er í íslenskum krónum sem að myndi verða skipti yfir í gjaldeyri og fara út. Þess vegna erum við með gjaldeyrishöft. Já, og þegar við segjum að skatturinn kom til greina til lausn á vandanum, þá erum við í raun og veru að gefa tímafrest og segja nú skulum við nota þetta ár til þess að ganga frá nauðasamningum einstakra slitabúa. Ella getum við ekki beðið lengur með þessu höft hér í gildi sem hafa verið síðan 2008 og við þurfum að höggva á hnútinn. Og skattinum er stillt upp í raun og veru miðað við verstu mögulegu niðurstöðu sem að felur það meðal annars í sér að bankarnir haldi áfram að vaxa í virði í höndum kröfuhafana, verða verðmeiri og kannski seljast á endanum fyrir vel rúmlega eigið fé þeirra. Og þannig erum við að sjá fyrir töluvert mikla óvissu með skattinum. Stöðugleikaframlagið hins vegar, sem að við nú eftir að sjá endanlega þegar við leggjum saman þessar tölur sem að koma frá slitabúunum, það er alltaf legið fyrir að það geti verið lægri fjárhæð, enda er með því verið að sjá fyrir þennan vanda sem er undirliggjandi og sem er ástæða allra þessara aðgerða. Aðalatriðið er, og rétta spurningin sem að menni að spyrja sig núna er, leysir stöðugleikaframlagið eins og það er kynnt af hálfu slitabúanna þennan undirliggjandi vanda? Er hagkerfið komið í skjól? Er krónan sem sagt ekki að fara að falla við það að eignum sér dreift til kröfuhafanna? Og svarið við þeirri spurningu er, já, við teljum og svo sé. En það er samt sem áður þannig að slitabúin eru búin að reikna það út að þessi miklu hagstæðara semja, sem er sjálfsagt gott, þið viljið frekar semja. En þegar munurinn er svona mikil, þegar talað 100 milljarða, þar að segja, Glitnir segir við borgum 200-250 milljarða í staðan fyrir 330-380, Kaupþing 120 í staðan fyrir 330, það er þá þriðjungur af því sem að ella er þið lagt á í skatt, 14 milljarða í staðan fyrir 146 í tilfelli Landsbankans. Þetta er svo gríðarlegar tölur í samanburði við skattin sem er þessi 39%. Þannig að sko 680 milljarða sem að talað með afsláttum og frádráttarliðum og öllu saman, ef skatturinn yrði lagður á móti innan við 400. Það eru óbáslega miklir hagsmunir, 100 milljarða. Já, ég held að það sé einmitt rétt að nota kannski frekar þessa tölu sem þú nefnir þarna, að 900 milljarða talan eða tæplega 900 milljarða talan var tala sem að við kynntum sem svona heildar umfang aðgerðana. Skatturinn hefði ekki skilað alveg þeirri tölu, en með afslætti hefði skatturinn getað skilað, já, 690 milljarða jafnvel. En þá voru útistandandi nokkur mál eins og til dæmis að búin öll hugðust fara í dómsmál vegna bankaskatts og vegna jafnvel lagasetningar stöðugleika skattin sjálfan, vegna skatt sem að var lagður á fjármálafyrirtækin sérstaklega á undanförnum árum.
Og þar eru uppi ágreiningsmál sem að í stöðugleikaframlaginu öll slitabúin ætla að falla frá. Þau eru að falla frá dómsmálum sem geta, þar sem undir geta verið hagsmunir upp á segjum 60 milljarða. En eru við eitthvað hrædd við þau dómsmál? Í sjálfu sér ekki, en það er nú ekkert verra að fá þau út úr heiminum með sérstakri yfirlýsingu og sérstakri skaðleysis yfirlýsingu til íslenskra stjórnvalda öll þessi mál. En ef þetta spurning 200-300 milljarða til eða frá, það þá ekki þess virði? Já, sko, þetta er ekki tekjuöflunar aðgerð fyrir ríkissjóð. Það sem við erum að gera hér er að við erum að leysa undirliggjandi vanda til þess að geta lyft höftunum og skatturinn eins og ég nefndi áðan, honum var ætlað að sjá fyrir mögulega þróun í framtíðinni, mögulegt aukið virði eigna sem inn í búanum og skattleggja í raun og veru fyrirfram fyrir því að þær gætu vaxið í verði. Ef að hins vegar eins og er að gerast núna, ríkið einfaldlega tekur til sín þessar verðmætustu eignir, nú þá þurfum við ekkert að hafa áhyggjur af því að þær geti mögulega vaxið í virði í höndum slitabúana eða eftir að nauðasamningur hefur verið samþykktur í höndum kröfuhafana. Og þess vegna breytist eðli vandans við það að gengi frá nauðasamningum með stöðugleika framlagi. Við mögum heldur ekki gleyma því að með því að uppfylla stöðugleika skilyrðin þá er að koma inn í þjóðarbúið töluvert magn af erlendum gjaldeyri sem við verum ekki að fá með stöðugleika skattinum. Ég nefni sem dæmi að við erum að fá tilbaka 75 milljarða af erlendum gjaldeyri sem að bönkunum voru útvegaðir þegar þeir voru stofnaðir. Þetta er allt endurgreitt í gjaldeyri inn í hagkerfið. Sömuleiðis þá eiga slitabúin inn í öllum innlendu bönkunum gríðarlega háar fjárhæðir í erlendum gjaldeyri sem að þeir myndu taka til sín út ef að við færum skattaleiðina en eru að fara að binda hér til margra ára og þannig fjármagna mjög vel innlenda bankakerfið á næstu árum. Þetta skiptir miklu máli og í heildarmati hlutana. Skjótinni þetta ef stöðugleikaframlagið þetta 400 milljarðar en heildarumfang föllnu bankana eða slitabúana 900 milljarðar þar sem við erum að eiga krónueignir og eignir í erlendum gjaldmiðli. Eru þá ekki eftir 500 milljarðar sem að þeir munu á einhverjum tímapunkti vilja ná út þótt að það gerist ekki akkurat núna? Er þá ekki bara verið að ýta vandanum á undan sér? Ertu þá að meina með lengingu á erlenda hlutanum? Já, það er náttúrulega þannig að þetta eru bankar sem í starfsemi og við erum að breyta í raun og veru kvikum innistæðum yfir í langtíma fjármögnun. Þetta eru gjaldeyri sem til inn í bankakerfinu í dag. Ef til þess kemur að bankarnir kjósa í framtíðinni ekki að endur fjármagna sig og sem sagt fá þannig nýja erlenda fjármögnun í staðan fyrir þá sem við erum að búa til þarna, nú þá eiga þeir gjaldeyrin til þess að mæta útflæði þessara lenginga þegar að því kemur. Hérna líka að ræða það að slitabúin skilja eftir ýmiss konar eignir sem þeir skila inn til Seðlabankans í stöðugleikaframlagi sem að ákveðin óvissa með verðmætið á og svo óvissa þá bara öll út á borðinu með stöðugleikaframlaginu. Þannig enn og aftur, þar sem við þurfum að spyrja okkur að þetta, höfum við með stöðugleikaframlaginu, með þessum hugmyndum slitabúana, fengið lausn sem að gera okkur kleift að lyfta höftunum. Og það auðvitað stóra málið í þessu og við förum síðan í framhaldinu í útboð á aflandskrónu vandanum og losum síðan hagkerfi hér heima undan höftunum. Til þess er nú aðeins öllu. Það sem verið að tala hlutleysingu sem nú mjög vont orð eða núllstillingu þannig að sko almenningur, fyrirtæki og lífeyrissjóðirnir þurfa ekki að taka meira högg en þau tóku á sig eftir hrunið. Var þá aldrei stefnan í rauninni að beita skattinum eða átti þetta aldrei að vera sambarilegt? Já, þetta eru afarkostir að greiða skattinn. Þetta eru þeir kostir sem að standa menn til boða sem að eftir að hafa fengið sanngjarnan frest hafi ekki gengið frá sínum málum. Þannig að þeir bjóði fram lausn sem samboðin íslenskum efnahagslegum og félagslegum stöðuleika. Ég meina við höfum bara tekið á okkur nógu mikla aðlögun eftir hrunið og við ætlum ekki að taka aðra aðlögun að okkur núna. Og það er kannski einmitt það sem deilt hvort þetta sé nóg eða ekki, hvort það væri ekki hægt að fá meira út úr því sem að kæmi þá almenningi til góða. Að þegar spurningin þessi, þú segir aflétta höftum og nú eru svo sagt þeir kröfuhafarnir fá að taka sitt út. Hvenær verður þá höftunum létt á almenning og fyrirtæki í landinu?
Mér finnst afar mikilvægt að við gerum það strax í kjölfar þess að við höfum klárað útboð vegna aflandskrónuvandans. Það er að segja að kynna næstu skref. Ég sé þetta gerast í skrefum, en við höfum með þessum aðgerðum skapað skilyrði til þess að ráða strax í þann vanda. Enda væri það ekki svo að það væri eitthvað erfitt ef að við tryðum því ekki að við verum að takast á við greiðslujafna vanda sem að stafar af þessum búum. Þetta hinn undirliggjandi langstærsti vandi málsins. Og ef við höfum með sannfærandi hætti tekist á við hann, nú þá ætti okkur ekkert að vera vandbúnaði að taka strax næstu skref. Þetta eru óbúslega stórar fjárhæðir, gríðarlegir hagsmunir fyrir bara almenning og lífskjör í landinu. Ert þú þeirra skoðunar eftir að hafa skoðað þetta að það sé betra að taka þessum tilboðum stöðugleikaskilyrði þótt munurinn sé þetta mikill? Á þeim og skattinu sem þetta getur verið 200-300 milljarðar. Já, ég hef ávallt verið að leita að lausn á haftamálinu. Höftin eru skaðleg í sjálfu sér. Ég hef til dæmis hugsað þetta svona. Hefði komið til greina að stilla einfaldlega fram skattafrumvarpinu og láta hitt bara eiga sig. Það tel ég hefði verið óráð. Vegna þess að það hefði verið leið sem að segði við ætlum að taka 39% í verstafalli af heildareignum búanna og við ætlum ekki að spyrja neitt spurninga, þannig verður þetta bara, við erum búin að fá leið á því að bíða eftir því klárið málið. Með því að segja stöðugleikaskilyrðin koma líka til greina, þá erum við að undirstrika það að við erum að leita lausn á vandanum sem að kallar á skattin. Við erum ekki bara í einhverju tekjuöflunaraðgerð. Þannig að það má segja að í stöðugleikaskilyrðunum felist ákveðið meðalhóf, en við höfum ekki verið til samninga áfangastaðinn. Við höfum sagt við þurfum að komast hingað, hvernig þið viljið komast nákvæmlega þangað, það svolítið ykkar mál, en niðurstaðan verður að vera sú að hagkerfið kemst í skjól. Þannig að ég segi fyrir mitt leyti, ég hefði verið mjög tregur, ég efast að það hefði komið til álita að vera einfallega með vera eingöngu með skattafrumvarpið á borðinu. Þessar aðgerðir að tala saman, þannig að skatturinn eru afarkostir ef menn uppfylla ekki skilyrðin. Og leið að við segjum að við bjóðum upp á skilyrðin, þá verðum við líka að veita lausn ef þau eru uppfyllt. Þannig að þið sögðu einkaréttarlegir hagsmunum muni víkja fyrir hagsmunum þjóðarinnar, þú telur þeirra gætt með þessu? Já, sko, ég held að við séum hér með aðgerðir sem eru algjört einsdæmi. Ég kannast ekki við að það séu nokkur önnur dæmi þess að við aðstæður eins og þær sem eru upp á Íslandi í dag að þá sé lausnin fundin með því að menn ætli að fara fram á afskriftir af eignum, annarkvort með skattlagningu eða beinu stöðugleikaframlagi sem að nema að umfangi, já, við erum að tala næstu í heil fjárlög íslenska ríkisins, við erum að tala nokkra 10% af landsframleiðslu landsins, enda eru umskiptin sem að geta orðið í kjölfarið sem afleiðing af þessum aðgerðum til þess að stórlétta hér útlitið fyrir okkur Íslendinga. Ég verð bara Bjarni af því að það hafa almennt verið góð viðbrögð við þessum tíðindum á Alþingi, sýndist mér og það eftir að sjá hvað Seðlabanki segir. Ef svo fyrir að ríkið eignast Íslandsbanka, þá á það 2 stóra banka, þú hefur sagt að það sé ekki heppilegt. Spórin hræðan út aldrei, það tók inn af áratug eftir að bankarnir voru síðast einkavæddir að setja á hliðina og það það sem enn verið að vinna úr. Borgunarmálið, símasalan, þetta hefur svo sem ekki vakið vonir það að Íslendingar séu búin að ná tökum á því að svona heppilegri aðferðarfræði við svona sölu. Hvernig verður þá staðið? Nú stendur til að selja 30% í Landsbankanum. Hvernig ætlar mann að gera þetta þegar ríkið er komið 2 banka í fangið? Án þess að fara þessa leið sem að vekur þessu viðbrögð. Já, það er þetta mjög mörg að hyggja og við megum ekki flýta okkur of. Ég held að það sé nú bara grundvallaratriði. Í fyrsta lagi bankar hafa farið á hausinn og bankar munu áfram fara á hausinn og þeir munu fara á hausinn í eigu einkaaðila og þeir munu geta farið á hausinn í eigu ríkis. Heildarvirði þessara 2 fjármálafyrirtæki er 1/4 af landsframleiðslu Íslands. Þannig að ég tel alveg augljóst að við getum ekki, og það er engin skynsemi því að ríkið haldi á þessum hlut til lengri tíma. Við þurfum að stíga hvert skref af varfærni, við þurfum að tryggja og opna meðferð þessara mála, mikið gagnsæi við svona öll áform sölu þeirra, en ég sé fyrir mér, ég hef alltaf séð fyrir mér í tilfelli Landsbankans að ríki verði áfram berandi eigandi þar. Við erum bara rétt að selja okkur niður úr tæpum 100% og við erum með áform 30% sölu og það skiptir gríðarlega miklu máli að þar sitji allir við sama borð
og að hlutirnir komist í sem dreifðasta eignaraðild. En það þarf að undirbúa hvort tveggja fyrirtæki, báða bankana, mjög vel fyrir þetta ferli. Við eigum sjálfsagt eftir að ræða það í mun ítarlegri máli. Kærar þakkir fyrir komuna til okkar, Bjarni. Takk fyrir mig.